við höfum bara að hafa pólitíska forystu fyrir því að þetta sé mikilvægt verkefni að auka virkni og nýta hæfileika og þekkingu fatlaðs fólks í starfsumhverfinu. Velkomin í kosningasjónvarp átak í stuttu máli. Hvað heitir þú, frá hvaða flokki ertu og í hvaða sæti? Ég heiti Einar Þorsteinsson, ég frá Framsókn og ég í fyrsta sæti. Já. Lýstu þínu flokk í 3 orðum. Framsókn samvinnuflokkur, hann mannúðarflokkur og hann þjónustuflokkur. Getur þú sagt mér 3 staðreyndir þig? Já, ég 4 barna faðir, bý í Seljahverfi og hef ótrúlega gaman á stjórnmálum. Nefndu 3 ástæður fyrir því að fatlað fólk ætti að kjósa þig. Ég brenn fyrir málefnum þeirra sem að þurfa á þjónustu að halda. Mér finnst það hefur mikið áunnist í réttindabaráttu fatlaðs fólks á undanförnum árum á Íslandi, en við verðum að gera betur og ég hef bara mikið hjarta fyrir þessum málaflokki. Hef á þessu kjörtímabili verið í góðum tengslum við fulltrúa fatlaðs fólks og fatlað fólk og hef fengið bara mikið svona út úr því að vinna í þessum málaflokki, þannig að ég brenn fyrir honum. Getur þú lýst samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í 3 orðum? Hann tímamót, hann gríðarlega mikilvægur og hann snýst virðingu fyrir fötluðu fólki í grunninn. Hvaða 3 álegg setturðu á pizzuna þína? Ég set pepperoni, rjómaost og sveppi. Já. En þú? Skinku, rjómaost og já, það eina. Já. Stundum ananas og skinka. Já, þú þar. Ég líka í ananasliðinu. Mikið af fötluðu fólki ekki með vinnu. Hvaða 3 nýju leið getur þú borgin farið til að breyta því? Sko, ég hitti þig fyrst á velferðarsviði, þar sem að þú varst að vinna og borgin getur beitt sér meira í því að draga inn þekkingu og hæfileika fatlaðs fólks og reynslu inn í störf sem að henta fötluðu fólki. Við eigum að halda áfram með þá áherslu. Við eigum líka að hvetja til virkni fatlaðs fólks með úrræðum sem að borgin getur stutt við til þess að koma fólki af stað og við höfum bara að hafa pólitíska forystu fyrir því að þetta sé mikilvægt verkefni að auka virkni og nýta hæfileika og þekkingu fatlaðs fólks í starfsumhverfinu. Hvað 3 aðgerðir myndu raunverulega stytta biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk? Ég held að við ættum að fyrsta lagi þarf að tryggja fjármagn til málaflokksins og öðru lagi þarf að byggja með skynsamlegum hætti. Ég held að borgin hafi kannski hingað til eytt aðeins of miklum tíma í svona flóknar byggingar. Ég held að við ættum að byggja fallega og vel, en það hægt að gera það hagkvæmara og þá getum við byggt fyrir fleiri. Ég held að þetta skiptir miklu máli að því að biðlistinn langur og það bara mjög íþyngjandi fyrir fólk. Ég var svo heppinn að fá að opna allavega 2 nýja búsetukjarna á þessu kjörtímabili sjálfur og það alveg ólýsanleg gleði sem fylgir því að sjá íbúa koma inn í íbúðirnar sínar af því þetta svo stór stund fyrir alla þá sem loksins eftir að hafa beðið á biðlistanum fá lyklana. Ég hef heyrt þau.
Ætlar þú að bjóða okkur fatlaða fólkinu með ef að þú ert að tala fatlaða fólk? Já, reglan ekkert fatlað fólk án fatlaðs fólks og samtalið alltaf mikilvægt í stjórnmálum en það sérstaklega mikilvægt þegar kemur að fólki sem þarf sérstaklega að berjast fyrir því að komast að hljóðnemanum og komast nálægt stjórnmálamönnunum og fá það til að hlusta. Þannig að það sérstaklega mikilvægt að hlusta á fatlað fólk og fá þau með í vinnuna þegar við erum að taka ákvarðanir þeirra líf og það bara grunnreglan og mín afstaða í stjórnmálum. Viltu vera aftur borgarstjóri? Já, svo sannarlega. Já. Verkinu ekki lokið. Nei. Og ég þykir vænt það að fá tækifæri til þess að láta gott að mér leiða og ég veit að þessi staða, borgarstjórastaðan, maður getur virkilega hjálpað fólki og til þess ég í stjórnmálum. Heyrðu, ég ætla að koma með aukaspurningu. Já. Í hvaða íþróttadeildir heldur þú með, bæði ensku og íslensku? Sko, ég held með Manchester United í enska fótboltanum. Já. Í Reykjavík held ég eiginlega með öllum Reykjavíkurfélögunum jafnt. Það bara að því að ég sko uppalinn í HK í Kópavogi. Já, já. Og þannig að ég held alltaf dálítið hjartanu þar, en svo bý ég líka í Seljahverfinu og þar ÍR og strákurinn minn að fara í fótbolta þar, þannig að ég þarf að fara að halda með ÍR núna líka. En íþróttafélögin lykilatriði og náttúrulega íþróttafélag fatlaðra gríðarlega mikilvægt. Ég held sérstaklega með því. Já, ok. Takk fyrir. Takk sömuleiðis, takk fyrir spjallið. Takk.